Komið sæl. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessara guðþjónustu á aðfangadegi jóla í Patreksfjarðarkirkju. Ég vona að sem flestir njóti þess að sitja heima í þægilegu sæti og geti hlustað í ró og næði á þessa útsendingu. Kirkjur landsins hafa flestar tekið upp þessa tækni til að koma orði Drottins út og halda tengslum leið við söfnuðinn sinn. Hugur okkar allra að sjálfsögðu með þeim sem einhverju hluta vegna hafa þurft að hverfa frá heimili sínu eða geta ekki verið með ástvini sínum í dag. Ég bið þess að þessi stund gefi ykkur vonum batnandi tíma og þið fáið gleði og frið í hjarta. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjálp vor kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla. Og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn, Jesú, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við minn tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist. Að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn hef það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen.
faðir, þú sem árlega vekur okkur gleðiríka eftirvænting endurlausnar vorrar. Gef þú að við sem með fögnuði heilsum syni þínum sem frelsara okkar, megum og líta hann óttalaust þegar hann kemur sem dómari í dýrðsinni. Því að hann lifir og ríkir með þér í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Guðspjalli skrifar, Guðspjalla maðurinn Lúkas. Guði sé lof og dýrð, fyrir sinn gleðilegan boðskap. En það var til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýreneus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu, til borgar Davíðs sem heiti Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs, að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími að hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði í jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsinu. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu hjarðar nóttina. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði í kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir. En engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Í sömu svipan var með englunum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnunum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall.
lof sé þér Kristur. Við skulum biðja. Drottinn Guð, gjafari allra góðra hluta og upphaf gleðinnar. Með fæðingu Jesú barnsins sendið þú bjarta geisla inn í myrkur jarðar. Gefa þetta ljóslýsi einnig hjá okkur. Láta geisla í öllu sem við gerum, svo að við megum tigna þig og tilbiðja að eilífu. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði vorum og Drottni Jesú Kristi. Kæri söfnuður, fyrir ári síðan var kirkjan fullsetin. Þið sátuð áhyggjulaus og full tilhlökkunar, því hátíð ljós og friðar var að ganga í garð og nýtt ár á næsta leiti. Engan gat órað fyrir þeirri miklu vá sem COVID-veiran er síðan búin að valda allan heim. Þó ekki séu nema 100 ár síðan að spænska veikin geisaði, þá höfum við almennt staðið í þeirri trú að tækni og vísindi nútímans gætu varið okkur fyrir flestum sjúkdómum. En nú hefur hver einasti maður þurft að endurmeta og forgangsraða í lífi sínu. Gera breytingar, sýna þolinmæði, hlýðni, samstöðu og náungakærleik. En það er ekki sjálfsagt að allir hafi sömu þolinmæði og það er heldur ekki sjálfsagt að allir hafi sama skilning á alvarleikanum. Þó maðurinn hafi þennan hæfileika að aðlagast aðstæðum og takast á við óvenjulegt ástand eins og nú, sem við vonum að gangi yfir sem fyrst, þá er ekki hægt að segja annað en það hefur reynt á alla, ungan sem aldna. Á erfiðum tímum er gott að hafa Guð í hjarta sér. Gott að geta átt samverustund með honum, geta beðið til hans, létt af sér áhyggjum og meðtekið hugarró. Guð vill ganga með okkur daglega eins og hann gekk með Adam og Evu í aldingarðinum. Guð mætir okkur þar sem að við erum og gengur með okkur þangað sem við ætlum. Guð hefur ekki yfirgefið okkur þó við komumst ekki í kirkju. Nei, Guð býr ekki í kirkjunni þó okkur finnist nálægðin við hann vera meiri þar. Og oft
upplifum við mesta friðinn og nándina einmitt hér í kirkjunni. Því að hér erum við búin að fínstilla okkur eins og útvarp inn á rás Guðs. Við erum búin að gera okkur móttækileg fyrir boðskapnum. Nú eru jólin komin og á jólum upplifum við hámark hátíðleikans. Jólin markar nýtt upphaf. Fæðing Jesú markar nýtt upphaf. Við fáum nýjar væntingar og tilhlökkun því á aðventunni hefur kærleikurinn fengið að blómstra. Í jólakveðspjallinu heyrðum við að englar drottins fóru ekki í kirkjuna eða í konungshöllina til að tilkynna fæðingu Jesú. Nei, það voru fjárhirðar út í haga sem fengu fyrstir fréttirnar og fæðingin átti sér stað í fjárhúsi. Já, Guð er ekki aðeins þar sem að við höldum, það er að segja á fínustu stöðunum og með fína fólkinu. Engar aðstæður í lífi okkar eru svo ófullkomnar að Guð get ekki mætt okkur þar. Af þeirri einföldu ástæðu að við mælum okkur ekki mót við Guð á einhverjum veraldlegum stað. Heldur er sá staður í hjartanu. Og hjá mörgum er það á þeirri stundu sem neyðin er mest. Guð er bara eina bæn í burtu, en biðjir þú þessa einu bæn, getur þú eignast einlægt og ævilangt samband við Guð. Guð skapaði gott umhverfi í fátæklegu fjárhúsi fyrir hina ungu fjölskyldu þegar Jesús fæddist. Englar himins sungu og barnið var heimsótt þar sem það var statt. Það er í fjárhúsinu og það var boðið velkomin í heiminn. Þetta segir okkur ekki bara að Jesús mæti okkur þar sem við erum, heldur þurfum við líka að vera tilbúin til að mæta Jesú þar sem hann er. Það er að segja í gegnum boðskap hans, lesa orð hans til að finna huggunarorð og hugarró og fá fullvissu í hjörtum okkar að Guð er með okkur. Biblían segir að við séum fullkomin sköpun og að líkaminn sé musteri sálarinnar. Þó við séum sterklega byggð erum við samt sem áður brothættar og viðkvæmar sálir. Og við stöðugt álag kiknum við og musteri okkar líkaminn hrörnar með árunum. Heimsfaraldurinn hefur haft þau áhrif að margir upplifa einsemd. En í litlum samfélögum eins og hér hef ég orðið vör við mikla samkennd og umhyggju fyrir náunganum. Það er notalegt að finna samstöðuna og viljan til að láta allt ganga upp. En fólk er samt farið að þreytast og þrá eðlileg samskipti, án takmarkana og án ótta á smiti. Við vonumst eftir nýjum og betri tímum. Jólin marka nýtt upphaf í kirkjuárinu hjá kristnum mönnum og við skulum þakka Guði fyrir allt góða og umhyggjusama fólkið sem er í kringum okkur og biðja að þessi veirufaraldur gangi yfir sem fyrst svo við getum öll sömur snúið aftur til eðlilegs lífs. Já, við skulum biðja þess að jólin marki nýtt upphaf í orðsins fyllstu merkingu. Og með þessari bæn skulum við þakka Guði fyrir kærleika hans til okkar. Drottinn Guð, skapari okkar og lausnari, þakka þig fyrir að þú gafst okkur son þinn Jesú Krist og að fyrir trúna á hann verðum við börnin þín. Við biðjum þig að leiða okkur á lífsgöngu okkar, víkja ekki frá okkur og að við megum tigna þig og tilbiðja að eilífu. Amen. Kæru systkini í Kristi, ég óska ykkur gleðilegra jóla.
skulum biðja. Við þökkum þér miskunnsami Faðir fyrir þessa fagnaðaríku hátíð. Við gleðjumst yfir fæðingu frelsara okkar, haltu okkur fast við hann, svo að við fyrir trúna á hann öðlumst þann frið sem enginn megnar að taka frá okkur. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottinn, heyr vora bæn. Drottinn minn og Guð, þakka þér fyrir allar þær blessanir sem hafa umvafið okkur á þessum óvenjulegu og erfiðu tímum. Þakka þér fyrir að leiða okkur í gegnum þennan heimsfaraldur og við biðjum þig að styrkja þá sem að upplifa einmanaleika, syrgja ástvini eða eiga við erfiðleika að stríða. Leiddu okkur, vektu von í hjörtum okkar og hvern mann til trúar á þig. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottinn, heyr vora bæn. Drottinn, við þökkum þér fyrir að senda okkur einhverson þinn Jesú Krist, þitt lifandi orð, og gerðir hann að frelsara og endurlausnara fyrir alla menn á jörðu. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottinn, heyr vora bæn. Og allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem að Drottinn kenndi okkur og við segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum Drottni og vegsum hann. Drottni sé vegsemd og þakkargjörð. Takið drottinlegri blessun. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti